Jú, komið þið sæl áhörfundu góðir á þennan tímamóta leik Leiknis og Þórs Akureyrar. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries. Oh, if there's one thing she don't need is love. Don't you understand? The child needs a helping. He'll grow to be an angry man someday. I take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our Jæja, góðan dag, kæru áhorfendur og velkomin á Dómus Nóvöllin og Leiknis og Þórs. Við byrjum á að fara yfir gestana. Númer 1 í markinu, Aron Stefánsson. Númer 3, Birgir Hlynsson. Númer 5, Axeli Galermo. Númer 6, Kristján Martinsson. Númer 7, Bjarni Brynjólfsson. Númer 9, Alexander Þólarsson. Númer 11, Mark Sörensen. Númer 16, Valdimar Sævarsson. Númer 17, Fannar Gíslason, númer 20, Vilhelm Ottosson og fyrirliði númer 30, Bjarki Þór Viðarsson. Þjálfari Þórsara er Þorlákur Már Arnarsson. Og þá var liðið heimamanna. Númer 1 í markinu, Viktor Freyr Sigurðsson. Númer 3, Ósvar Jarl Traustason. Númer 5, fyrirliðinn Daði Bærings Halldórsson. Númer 6, Andi Hóti. Númer 8, Árni Elvar Árnason. Númer 10, Daniel Finns Mattíasson. Númer 18, Marko Sifkovic. Númer 20, Hjalti Sigurðsson. Númer 23, Arnór Ingi Kristinsson. Númer 45, Róbert Kvendal Árnason. Númer 67, Ómar Sóe. Þjálfari Leiknis er Vigfús Arnar Jósefsson og Halldór Geir Heiðarsson. Dómarar í dag er Erlendur Eiríksson og hann til aðstoðar er Sveinn Ingi Sigurðsson, Sigurður Jónsson Vogi og Smári Stefánsson. Eftirlitsmaður er Þórður Ingi Guðarsson. Áfram Leiknir. Jú, komið þið sæl áhörfundu góðir. Eins og áður segir, þá erum við eftir líka leik Leiknis og Þórs. Það er JS, gamli skólinn með ykkur og með mér er frábær maður. Það er forseti KB, Ásbjörn Freyr. Komið þið sæl og bless. Við ætlum að líka þessum leik. Við erum með nokkrar sviðsmyndir sem við vorum búin að setja upp fyrir þennan leik. Hvað voru, þær voru... Þetta var eitthvað í kringum 13, rúmar 1300 sviðsmyndir. Já, og við ætlum að sjá svona hvernig þessi leik spilast. Fara vel yfir þetta með ykkur. Og
Leikurinn er farin af stað, það er Leiknir sem byrjar með boltan. Fastur yfir vörn, Þróttar. Þetta er Þór. Já, Þór missir boltan, Viktor er komið með boltan. Við veitum hvað Viktor getur. Það er bara að stilla boltan svona í lappirnar. Við komum svolítið inn á það í síðasta leik að það er hættulegt þegar að Viktor er að taka hann svona niður í lappirnar og liðin pressa háttu. Það er svolítið óbryggur. Voru eitthvað 257 myndir sem að voru með þegar hann fær boltan svona í lappirnar. Já, og við minnum að sjálfsögja á það að þessi leikur, hann á sitt eða líf. Já. Við munum fylgjast með því lífi vegnar hér í dag. Arnór kemur boltanum upp, Kvendal, tilbaka. Svo, Elva. Nú. Ég tala því smá. Þróttur með Þór, sparka tilbaka. Rákum strax augun í það að inn á vellinum er enginn Sindri Björnsson. Hann er auðvitað í leikbanni, uppsöfnuð spjöld. Spurði Sindra að því hvernig þeim hefði verið safnað. Hann sagði að þeim hefði öllum verið safnað með kjaftsprúk. Já, er það Ómar Stúi? Ómar Só heyrir upp völlin. Hann er hættur í þessari stöðu. Missir boltan. Allt í lagi, vinna tilbaka. Hann er duglegur. Þessi leikur fyrir vel á stað. Veðrið undir Aspafellinu er frábært. Ekki út á neitt að setja þar. Og það er eins og áður Leiknir sem byrjar á að spila í 8 löngu vitleysunni. Þór eru að spila í 8 Æsland Vesturbergi. Góð kemur boltanum upp á Ómar. Stúi! Kvendal með boltan on the edge of the area. Missir hann. Og sækir aukaspyrnu, vel gert hjá Árna Elvari. Hann er auðvitað, var áður málari vikunar hjá Dr. Fútbol. Það er verið 3. vika septembermánaðar 2019. Já, og hann lifir vel á því ennþá í dag. Já. Það fekk litmynd á forsíðu Guardian einnig í sömu viku og alveg er ennþá á þessu. Þetta var einn ótrúlega vik þegar hann lifið þar, 2019. Boltinn kemur fyrir. Þórsar að koma þessu aftur fyrir endamörk. Það er áhugavert að fylgjast því á sig hvernig Þórsarar bregðast við því að koma upp í svona mikið altitút. Þeir eru auðvitað úr sjávarþorpi. Einmitt. Og svo er það náttúrulega líka, hér erum við miklu nær sólinni. Þeir þurfum náttúrulega að passa på bara að reyna sólbrenni. Vissulega. Heyrðu! Fastur bolti fyrir, tæpir. Þórsarar að koma boltum í innhatt. Við erum auðvitað einhverjum 170 metrum fyrir ofan sjávarmál. Það munar það, sérstaklega þegar maður er alinn upp svona, niðri við sjó. Þetta er ekki fyrir hvert sem er, sko. Ósi með innkastið. Ómar gefur hann tilbaka. Fastur bolti tilbaka, það er. Hann er öruggur með boltan. Þórsar að koma þessu frá og sækja aukaspyrnu. Við sjáum það að þetta altitút virðist vera farið að hafa áhrif á Þórsarana. Það er auðvitað ekkert grín að spila hér undir Aspafellinu. Nei.
Á þessum tíma árs? á þessum tíma árs. Nei. Aron Birgir með fastan bolta fram, þessi langur. Viktor nær honum. Andi kemur boltanum í leik, fær hann aftur. Glæsilega gert. Það var markbyrna. Daði. Kemur boltanum úr vörninni. Þórsar enn með boltan á miðjunni. Þórsar að fá aukaspyrnu. Hvort þetta var rétt, það skal ekki segja. Hvernig myndið þú, hvað fannst þér þennan aukaspyrnu dóm á sig? Bara allt í lagi. Mér skiptir einhver máli. Þetta er eitt af þessum sviðismyndum sem hún setur upp. Vissulega. Þetta er mjög hægt að skapast með svona aukaspyrnu á miðjunni. Sjáum, fastur bolti fram og þeir koma honum upp að endalínu. Andi, sterkur, heldur boltanum inn á. Daði kemur boltanum út úr teigleiknismanna út í innkast. Við sáum það í síðasta leik að það var töluvert innköst. Já, leiknir spila svolítið upp á innkastin. Vissulega. Verður gaman að sjá þetta að það sé sama leikmann hér í dag upp á teiningum hjá leiknismönnum. Ómar með boltan. Nú þarf bara að koma honum úr þessum hóp. Andi með boltan. Hósi. Þórsson upp úr skónum þarna. That one there was a violation personally, I wouldn't have it. Glæsilega gert. Hósi. Sjáu þetta, þvílíkir taktar. En sendingin ekki nógu góð. Þórsar með boltan. Leiknismenn koma boltanum tilbaka á Viktor. Andi með boltan. Við sjáum það að þeir eru að leiknismenn reyna að spila í gegnum miðjuna núna, frekar en upp kantan eins og síðast. Aron Birgir rúlar boltanum. Hjalti brýtur. Þetta er einmitt senasti leikurinn hans Hjalta ára hann heldur vestan hans í skólanám. Hann er auðvitað fært í fótspor Sindra Björnssonar þar sem gerir garðinn frægan hjá Clemson háskóla. Já, sem á einnig fært í fótspor Daðabæring Halldórssonar sem að studaði nám Vermont. Já, hann var í þessum fræga Vermont háskóla, gerir garðinn frægan þar. Já, þetta er einmitt heima, já. En gerði hann ekki jafn frægan og Sindri Björnsson gerði hjá Clemson. Þeir auðvitað unnu meistaratitilinn með Sindri Björns innan bekkin. Það var virkilega vel gert hjá Sindra. Virkilega vel gert. Og það var rosalega gaman að fylgjast með samfélagsmiðlum hjá Clemson meðan Sindri var úti. Þeir voru duglegir að deila myndum á honum, svona í bakgrunn. Brotið á Quintal. Já, þetta er rétt, Jói, sem þú segir. Það virðist vera að þetta altitude sé að hafa áhrif á leikmenn Þórs. Já, það er nú ekki gott að segja strax en við skulum sjá hvernig þetta þróast. Erlendur Eiríksson er dómari þessa leiks.
málaramestari. Það er spurning hvort að Árni mun hafa eitthvað svona vant sem málari vikunar. Vissulega. 3. viku september 2019. Vitum við, hafa þeir málað saman? Ekki svo ég viti. Nei. Boltir yfir Árni. Bjarni Guðjón með boltan. Kemst framhjá. Daði brýtur af sér. Þetta er aukaspinn á stór hættulegum stað. Ég sé strax að leikmann nr. 11 Mark Rochester Sørensen grípur boltan. Bróðir hans, Lee Sørensen, er einmitt hárgreiðslumaður klipparinn að Sæfarsalla í Kaupmannahöfn. Já, góðu móli. Sjáum Þórsarar, þeir stilla upp fyrir aukaspyrnuna. Það eru 2 leikmenn sem standi við boltanum. Spurning hvort að Vilhelm fá að taka þessa spyrnu. Ósennilegt, segir ykkur. Beint í vegginn. Þessi aukaspyrna beint í vegginn. Þórsarar að spila aftur til markmanns. Hár bolti fram völlinn sem Þórsarar ná. Þetta skapast hægt á þessu. Mark með boltan. Boltinn farinn út af. Það er enn eitt innkast. Já. Andi kemur boltan tilbaka á Viktor. Það er þessi hætta sem getur skapast þegar Viktor fær boltan í fætur. Einhver myndi segja að Viktor hafi verið heppinn þarna. Ég er ekki beint heppni, bara... Já, sjálfsagt. Vissulega, sjálfsagt mál að Viktor nái boltanum aftur. Mér sýndi sér ykkur eftir að vera að spilast nákvæmlega eftir sviðismynd 578. Við sjáum að myndatakan, hún er dottin út. Það er engin mynd í þessari útsendingu. Við erum vissulega ekki að stjórna myndatökunni hér. Heldur að það gervigreind sem sér upptökuna á þessum leik. Marko. Sjáum þessar myndir úr myndavélinni. Ég veit ekki alveg hvað er að gera hér. Það er að fljúa yfir gósið. Hún er að kveikja á sér, sýnist mér. Spurning hvað var komið þarna fyrir linsuna. Vilt vera að einhver hafi sett einhvers konar sokk yfir linsuna á myndavélinni og dregið hann hægt af. Þetta er ekki gaman. En Þórsarar, vel spila hjá þeim. Árni stekkur á myndinni nærtanum, Ómar. Fíblar þarna leikmann Þórs á Kvendal. Ekki góð sending inn í teginn. Svo keyra upp. Marko, fulla fyrr! Marko! Skipting yfir. Valdimar Daði boltan. Fær hann aftur. Góð tækling hjá Ósa. Og enn eitt innkast í hér. Já, við erum að fá enn eitt innkast í þennan leik. Það er nú ekki beint blanka logn hér í Breiðholtinu. Nei, við sjáum hann kattar á búti núna sko. En gerir það vel. Já. Boltinn fyrir. Valdimar. Lista! Gefur tilbaka. Axel í.
Sörensen. bróðir hárgreiðslumannsins. Veistu að hann geti klippt hár líka á sig? Ég þekki það ekki. Nei, Við Kalli kannski skeiður er fallinn við hringjum í Sævar alltaf eftir og fáum að vita það. og sækir aukaspyrnu. Þetta var vel gert hjá Það er að sjá að Hann furða sig á því Erlendur. að hann hafi ekki gefið gult spjald. Ég tel að það hafi verið rétt ákvörðun af dómara leiksins. Sjáum, Danni Finns, hann stendur yfir boltanum, hann getur spint honum í Já. marki það. bitmaður góður. Við höfum séð það. Sjáum, Danni Finns, hann stendur einn við boltanum. Það er einn maður að fara að taka þessi spinnu, hann gefur hann fyrir Ómar. Boltinn fer ekki á Ómar. Þórsarar hreinsa úr teignum. Boltinn fer í hendina á Danna. Og Ómar rétt dæmt hjá dómaranum. Já. Fastur bolti frá Aron Birgi. Árni og Alexander Már berjast þennan. Þórsarar hafa betur. Þetta valdaði. Ósi kemur boltanum í horn. Það hefur hætt að skapast þegar leiknismenn fá á sig horn. Spurning hvort að Fúsi hafi farið vel yfir þetta á æfingu. Hvernig skal verjast þessum hornum? Sjáum að myndavél leiksins, hún er að taka upp sína frá löngu vittlisunni en hornið er hinum meginn á vellinum. Já, maður skilur það svo Fastur sem. bolti og skalli rétt yfir frá Alexander Már. Góð útfærsla á þessu horni hjá Þórsurum. Sjáum að Andi, hann tekur markspinnuna. En hann aftur á Viktori. Skemmtilegu þrýningur þarna hjá þeim. Við sjáum það hér strax að þessi leikur, hann á sitt eigið líf. Já, já. Fastur bolti. Ég er að horfa hérna á útsetninguna. Sé að hún er komin í lag sem er vel. Kvendal með boltan. Það er brotið á Kvendal. Leiksnismenn með boltan á miðjuvallarins. Það er bæra. Ekki margt fína takti hér í upphæði leiksins. Undir 20 mínútur liðnar þessum leik og heldur tíðendalítill hingað til. Já. Verið sem að baráttan hér sé svona aðlega að fara fram á miðjuvallarins og að sjálfsögðu í innköstum. Aðeins með boltan. Losa. Gef það inn á Þórsara. Vilhelm Otto með boltan. Kemur boltanum í enn eitt Já, innkastið. við sjáum það að leiknismenn fá að kasta það núna undan vindi. Þetta virðast ætla að vera svolítið sögulínu þessa leiks.
Við sjáum það að þessi leikur hefur sitt eigið líf. Það klappa í öllna. Hjalti, fylgdu svæði fyrst! Kvendal með boltan. Nó, Góður bolti fyrir Ómar. Nær ekki að koma þessum skalla á markið. Góðir! leiknismenn fá hotspinnu. Leiknismenn fá hotspinnu. Sjáum að það er Danni Finn sem ætlar að taka þessa aukaspinnu. Hann er að taka flestar spinnur leiknismann. En með þvílíkan fót, sjáum þessa hotspinnu, boltinn fyrir. Ó, Þórsar að koma þessu í... jú, Koma í innkast. innkast. Þetta ætla að vera sögulínu þessa leiks einnig, eins og í leiknum mótið Þór, sem að þetta merkilegur leikur fyrir margar sakir. Munum vel eftir honum. Leiknismenn bolta með endalínuna. Eða hlýðlínuna. Það er Klobbi. Það var Klobbi. That one there was a violation personally, I wouldn't know. Árni Elvar lætur kloppa sig hér. Og hann brýtur á honum. Já, já. Hann er að sækja gula spjaldi. Þeir spjalda málarinn hinn málaran. Þetta var auðvitað réttilega gult spjald, ekki satt? Jú. Árni Elvar klaufalegur þarna. Við sjáum að myndavél leiksins, hún er að sýna fólki frá himninum auðvitað fallegar skýjamyndir sem við erum að sjá hér. Létt skýjað í Breiðholti í dag. Vissulega létt skýjað, það er frábært veður. Ég held að júi upp á 4 eða 5 núna. Og þess vegna situr hér með sólgleraugum Þórsarar, þeir keyra upp Sörensen, gefur hann út á Valdimar Daða. Þórsarar eru hættulegir í þessi stöðu, boltum fyrir. Sörensen fær hann. Já, Það já. var ekki Sörensen. Nei, þeir grækja í hotspinnu hér. Já, Þórsarar eru að sækja hotspinnu. Jú, þetta var Fannar. Þórsarar eru að sækja hotspinnu. Minni áhörundur á að það er ekki við leikmenn sem að stjórna þessari myndavél, heldur er þetta gervigreind. Góður bolti fyrir leiknismenn á honum, Danni Finns, hann er kominn á... Hjalti, Kominn á ferðina að gefa Kvendal kemur hérna utan á. Hann missir boltan út af. Ekki með þetta. Mér finnst að honum hafa verið brotið. Ég skal ekki segja hvort að það hafi verið gert. Bakriðing. Já, við erum fattað að þetta hafi verið bakting. Ég sá það ekki almennilega. Þórsarar. Láta boltan gangi í vörn. Omar, yes, Omar. Step up, Omar. Omar, up. Sörensen baka. Kristján allir með boltan, gefa hann aftur. Omar, go! Andi. Ekki góð send, Þórsarar eru konið með boltan. Hjalti vinnur vel tilbaka. Hann er góður í þessari stöðu, hann Hjalti á miðjunni. Sjáum hann dansa. Hjalti leipur að brjóta af sér. Leiknismenn með boltan, Andi. Það eru að sjá hér átti að leiknismenn séu svona helst að spila upp á.
Þeir eru svolítið að vinna boltan í gegnum miðjuna frekar en að leita út á kantana. Svona í upphafi leiks alltaf. Andi. Vel gert hjá Andi, Sólar hér. Bjarnar Guðjón. Ómar. Danni Finns. Inn í gegn Ómar. 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 Hann er hættilegur í þessari stöðu, sjáum Ómar. Og leiknismenn eru að sækja hornspyrnu. Nei, markspyrnu. Það er markspyrna. Rétt dómur hjá Erlendi, dómara leiks. Ég skal ekki segja hvort að þetta hafi verið markspyrna eða hornspyrna. En dómari leiksins, hann var alveg uppi þetta, svo hann ætti að vera með þér. Já, við verðum að treysta því. Aron Birgir stillir upp í markspyrnu. Birgir Ómar hérna upp öllin. Andi nær boltanum. Það er búin að Við erum að fá það hér í eyrað að Leiknisvöllurinn er mögulega sá völlur á Íslandi sem er hæst yfir sjávarmáli. Ási, getur þú staðfest þetta? Já, þetta er ekki mjög líklegt. Það eru ótrúlega tölur sem við erum að fá hér í eyrað. Leiknisvöllur er hæst yfir sjávarmáli af öllum völlum á Íslandi. Við höfum líka séð lið eiga erfitt með að koma í spila sem leik. Við sjáum Leiknir hefur tekið mörg af bestu liðum Íslands hérna. Herðu. Menn, Daði flikkar hann Ómar. tilbaka, Hjalti með boltan, hann er hættulegur í þessari stöðu, sjáum hvað Hjalti gerir, gefur hann fyrir, Ómar, nær honum ekki, Þórsar að vinna. Arnór, missi boltan. Þórsarar, þetta eru ákefnir, mikil ákefn. Hann er að meðla sér í gullspjald, Arnór. Já, Arnór er með gult spjald. Það voru 2 leikmenn Leiknis á gulu spjaldi hér. Hvað telur þú að Fúsi muni gera því? Mun hann bregðast eitthvað við því strax eða mun hann bíða með það? Það verður bara komið ljós. Kannski hann gera eitthvað í þessu seinni hálfleik. Þetta var vissulega eina sviðsmyndunum sem við vorum búin að setja. Já. Vissulega. Við vorum búin að setja þessa sviðsmyndu. Leiknismenn getur fengið eitthvað að spila nefnleik, þá myndi Fúsi annarkvort bregðast við því Eða ekki. út af í fyrri hálfleik eða í seinni hálfleik. Já. Og við verðum bara að sjá hvernig þetta þróast og sjá hvaða sviðsmynd það er sem að... Ég verð nú að segja, mér vil líka verið sviðsmynd að taka sín skiptar í seinni hálfleik. Vissulega, já. Við skiptum sennilega 2-1-2. Það þykir mér ekki ólíklegt. Ómar. Hann er að missa boltan. Nei. Er að missa boltan. Það leikur maður númer 3, Birgir Ómar Hreinsson, sem að einfallega hleypa með boltan hér út af. Hann sæti sér hvað hann greiði nú átt hér á móti í vindi. Það var frábært innkast. Daði fær boltan aftur. Danni. Missir boltan. Vinnur hann enga stuð aftur. Enn eitt innkastið. Nú er það Þórsarar. Þórsarar með innkast, vissulega. Við erum að fá það í eyrað að Þórsarar hafi tekið rútuna til Reykjavíkur og hafi bara verið komnir hingað á Leiknisvöll 40 mínútur fyrir leik. Ég get ekki staðfest hvort að þetta sé rétt. Við erum að fá það í eyrað. Vitum við betur á sig? Þetta þykir mér virkilega unprofessional. Ég bara veit ekki, maður selur þetta ekki dýrar en maður kemur, ég trúi þessu. Við erum að fá það í eyrað þegar hafi komið flugið í gær. Hverju var maður að trúa? Það er eitthvað tekist á þetta. Ómar. Vissulega mikið hitamál. Hjalti. Í Leiknishúsinu. Og Ómar Ró. Komið bolta, gefa fyrir. Það er innkast. Já, það er
er eitt klassíkó í kvöld. Markó fyrir Danni. Leiknismenn biðja hérna hendi, ég skal ekki segja. Dómari leiksins var auðvitað vel staðsettur, svo hann ætti að hafa séð þetta. Ekki býst úr sér á og svindla og koma sér. Valdur héttinn, flott, vel gert, standa með honum, Stjáni lesa. Markó. Standa byggi. Á hann! Maður kemur á þessu. Og Árni vinnur boltan. Tryggja! Hjalti heldur boltanum vel. Hjalti enn með boltan á Danna. Upp á Markó. Þórsara ná boltanum. Þeir spila í vörn. Hjalti. Hjalti. Með Með skoti. skot. Það er hótt. Enn einn hotspinnan fyrir leiknismenn. Þeir hafa ekki náð að skapa nægilega mikla hættu úr þeim hotspinnum. Þeir vilja vissulega reyna að gera betur hér. Já, og sjáum hvort það tækist. Við vitum það að þetta er Lesa núna! eitthvað sem að Fúsi fyrir vel í bæðum. Það er hotspinnan. Já. Við viljum reyna að nýta okkur föstu leikatinn. Og það er Danni sem stendur yfir boltanum. Árir! Sjáum hópa sér allir hérna marklínuna. Fastur bolti fyrir Fýtt bolti. Arnór skallar yfir. Allt í lagi, ekki gott. Já, sammála. Árir! Bjarni! Og við ætlum að meðan þessi leikur sjáum Þórsara, þeir keyra upp. Sörensen með boltan fyrir, leiknismenn koma boltanum í hotn. Já, þetta er bærings. Eftir þessa hotspinnu þá ætlum við að slá þráðinn til Akureyrar og sjá svona hvernig þeim veist á leik. Við erum að fá það að heyra að það eru flestir á Akureyri að horfa á YouTube-brásina, fylgjast með himninum hér fyrir ofan Leiknisvöll. Altså teg! Hann er fallur í dag. Hann er virkilega fallegur. Skíasamsetningin er frábær. Þórsarar með fastan bolta fyrir. Hjalti. Hjalti fær boltan. Rúlu Hjalti, rúlu! Tekka! Klaufalegt. Alexander Már með boltan fyrir. Og góð bolti. Og Leiknisvöll er að koma í hotspinnu. Nei, það er innkast. Það er innkast. Tæft stóða. Já. Enn eitt innkast í þessum leik. Já. Birgir Ómar sem ætlar að grýta þessum inn á völlinn. Hann er auðvitað, það er aðeins farið að hvesta. Hann er að kasta á móti viti. Við sjáum það á fluginu á boltanum. Sörensen með boltan. Og Leiknismenn er að sætja... Nei, þetta er hotspinn. sjáum þeir áttu hotspinni hérna meginn rétt áðan í leiknum og náðu þeir skalla. Já, það var hættuleg hotspinna. Já. Hægri fótur, standa þessu utan! En svo má það að sjálfsög ekki gleymast að þessi leikur, hann ájú sitt eigið líf. Sjáum hotspinnuna, tegnum stuð. Nei! Vittu hvað er að gerast? Þórsar er... Það er enn hendi á Leiknismenn. Þetta þykir mér einkennilegt. Nei. Já. Hendi var það. Sörensen stendur yfir boltanum. Hann ætlar að gefa þennan bolta fyrir. Eða ætlar hann að skjóta? Við vorum með þetta með 5 sviðsmyndir fyrir þetta hot. Hann myndi annarkvort gefa hann fyrir eða skjóta markið fyrir þetta aukvöndisteg. Nú, hann ætlar að gefa hann fyrir. Hann gefur fyrir. Bolti berst úr tegnum. Þórsarar með valdaboltanum.
En þeir eru auðvitað með mikið vald á boltanum þessa stundina. Daði skallar boltan frá Kvendal. Á Marko. Hælti ekki nógu snöggur í stand hana. Þórsar fá boltan. Keiri í átt að teigleiknismanna. Valdimar. Boltinn út í tegin. Stefán Atli gefur hann út á hlið vallarins. Já, hann gaf þennan á hlið. Vallarins, já, vissulega. Nú, fær boltan. Gefur tilbaka á Andi. Hvað ætlar Andi að gera? Að Viktor. Það skapar svo mikil hætta svona þegar það verður að gefa Sjáum. boltan tilbaka á Viktor. Viktor með fastan bolta fram völlin. Ómar er á eftir honum. Mun að ná honum. Bjarki Þór líka. Já, hann er flaggaður ástæður. Hann er ástæður. Bjarni, áfram! Aldi, frábært! Flott, vera! Já, hlaupir hann var á miðjumönnum. Já, þetta er alltaf lagi. Og við ættum að slá á þráðinn. Lári, 1, 2, Hjalti, Marko! Kvendal! Það sem heyra í laggurningu. Sjáum hotspinnuna. Þórsar að stilla upp. Fannar Daði ætlar að taka þessa spinnu. Valdi, halda teg! Hjalti, stopp hana, Hjalti, stopp! Fannar Daði með boltan fyrir. Já, góðan daginn. Er þetta Greifinn Akureyri? Herðu, ég var eftir fyrir mér hvort það var með vængi. Ertu með vængi? Já. Já, getur það á flogið? Og við erum búin að skjalla. Gott að heyra í Akureyringum. Daði, kemur boltan. Danni finnst kemur hann tilbaka. Leiknismenn með boltan. Við sjáum Daða, hann er svolítið í því að stíga upp á miðjuna frekar en að standa í vörninni. En veðrið hér í Breiðholti á sig. Hvað eru að segja um veðrið núna? Já, þetta er bara yndislegt. Gerist ekki mikið betra? Nei. Sjáum að það er aðeins farið að lykna aftur. Já, hérna með boltan. Klaufaleg sending. Og Vilhelm sem að hljópi. Missi boltan, Arnór tekur hann á hann. Við erum vissulega gríðilega heppin með veður hér í Breiðholti. Ég er ekki beint heppni, bara... Já, sjálfsagt. Já, má segja það. Verðum á þessum tíma. Já. Daði, niður á Arnór. Leiknismenn koma boltanum yfir miðju. Með skot. Fyrir Viktorsson. Mér fannst það nú vera að koma með báðar hendur á boltan hann Já, aftur. það skal ekki segja. Leiknismenn allavega með boltan. Og Spurning það var hvort Kvendal. Erlendur hafi gefið hér hagnaðinn. Arnór. Það er hér farin að Daða. Viktor með boltan. Daði upp, Ómar. Ómar aftur Daði út á Hjalta. Keirir upp völlin, Hjalti farin aftur. Gefur hann út á Ósa. Ósi. Missir boltan. Klaulegt hjá Ósa þarna. Jæja, Árni Árni. á Hjalta. Málari vikunar.
Ekki góð sending þarna hjá Ósa. Ósa kom að bolta í enn eitt innkasti. Það var fróðilegt að sjá hvort að Leiknismenn ná að gera sér eitthvað mat úr þessu innkasti. Já, það eru þetta Þórsara sem eiga þetta innkast. Nú? Boltinn virðist hafa farið í mark og þarna. Það var binda. Bjarni mark, Alli, áttu orku núna! Hárrétt. Það er heldur skipar honum að fara aftar. Hann ætlaði að stela sér metrum í þessu innkasti. Já, við lítum ekki slíkt hér upp í Breiðholti. Nei. Hjalti á Danna. Danni með boltan, hann er hættur Heyrðu, sjá vá. Danna. Sjá Skot. Danna. So, that one there was a violation passing me with it. Sjáum Danna fíbla hér, vörn Þórsara. Glæsilega gert hjá honum, hann er hættulegur í þessari stöðu. Já. Alli, eitt valdi option. Náði auðvitað sína bestu hliðar þegar hann gekk til liðs við Stjörnuna. Sem ég segja, hann hafði verið fleygt þaðan eins og hverri Já, annars málið er, kúkableiðinni. hann var í raun og veru bara hann var orðinn svo vanur að fara niður í Garðabæ, það er bara... Sjáum Þórsara, Gekk þeir ekki. keyra upp á vellinum. Þú komnir við teginn. Sörensen, Bróðir Lí. bróðir Lí. Birgir Ómar kemur boltanum á Kristján Atla. Kristján Atli áfram. Bjarni Guðjón. Þeir eru góðir í þessari stöðu við teiga andstæðingana. Gera sér ekki mat úr þessari sókn. Leiknismenn ná alltaf boltanum. Og boltin er farin út. Já. Við sjáum það vissulega ekki hérna. Já, það er erfitt að sjá. Það er erfitt að sjá. Marko, utan að opna! Við fengum þetta frá Gullingum áðan og komum með góða punta í þennan leik. Viktor nær valda boltanum. Rúlla boltanum á Ósa. Málið Vikur. Missir boltan. Árás, árás! Á rás er kallað. Alexander með boltan. Kemur með boltanum á Sörensen. Kristján Atli aftur. Lengir hann þarna í vörninni. Leiknismenn eru að ná valdi. Arnór Ómar, meðan inn á hann er Ómar. hættur í þessari stöðu. Sjá Sjáum. Ómar, hann keyrir upp. Ómar, sloppin í gegn. Arnór spilna. Ómar, hann er svo góður í þessari stöðu. Við sjáum hvernig hann getur ógnað með hraða sínum á krafti. Speed is king. Myndavélin er ekki í rugli eins og er. Sem er gott fyrir áhorfendur okkar. Sjáum Danna, hann stendur yfir boltanum. Hotspinnan. Hún er ágæt. Og leiknismenn eru að koma boltanum aftur fyrir mörk. Markspinna. Hjalti. Leiknismenn Róbert, hann keyrir upp. Meðan á Góð Átna. bolti á Átna. Nei, fyrir. Átni fyrir. Já, það er enn einn hotspinna. Já, Ómar er að sækja hotspinnu. Vel gert hjá leiknismennum hér. Við erum að sjá, þeir eru aðeins farin að sækja meira núna heldur en þeir voru í upphafi leiks. Sem er vel. Það er hreinlega bara spurning hvort að þetta altitude sé farið að hafa virkilega mikil áhrif á Þórsara. Það er ekki gott að segja strax. Maður rétt vonar að hafa borið á sig sólaverðin í dag. Vissulega. Sólin gífurleg. Við erum svo Fastur nála. bolti fyrir.
Engin leiknismadur kemst í Já. boltan Við fáum hotn. hinum einn. Klárir aftur, gera klár! Sjáum auðvitað, hér eru liðin í 5. og 7. sæti fyrir þennan leik að mætast. Bæði lið vilja eflaust styrkja stöðu sína í deildinni. Merkilegur leikur fyrir margar. Klárir, Kittir! Klárir! Já. Satt. Klárir! Danni með aukarspinn, fattubolti fyrir, Darradans. darradans. Það Erlendur flauta til hálfleiks. Það er kominn hálfleikur og Við kannski bara heyrumst í seinni hálfleik. við kannski sláum á þráðinn á til og sjá hvernig leikurinn er að þróast á milli vestra og Og gera það núna. við skulum heim í þeim og sjá svona hvernig Ringjum vestur. hringjum vestur. Sjá. Skulum heyra og sjá data þar hún er að sjálfsögðu. Það er 1-0 fyrir vestra. Og við sláum á þráðinn. Við sláum á þráðinn. Sjálfsögðu vestri Grótta þar. Vestri komnir upp fyrir leiknismenn. Það verður gaman að heyra hvað er. Já, góðan daginn. Við ringjum hérna frá Ljósvelli. Er það kóngurinn á kjálkanum? Sammi. Er það kóngurinn á kjálkanum? Sammi. Herðu, við ringjum hérna úr Breiðholtinu. Hvernig eru leikar að fáast til vestra? Sanngjarnt. En hvernig er veðrið hjá ykkur? Já, það er gott að heyra. Þeir eru auðvitað komnir upp fyrir bæði Leikni og Þór með þessum ef að leikar enda svona. Þú lít fagnar því. Komnir í umspilssæti. Nei, vissulega. Við sjáum það hver einasti leikur í þessari umferð hefur sitt eigið líf. Vissulega. Nei, við fáum kannski að slá á þráðinn aftur. Það er komin hálfleikur hér í Breiðholti. Herru, takk hérlega fyrir. Það Jæja, eigum við að fá okkur kaffibolla? Við ætlum að setja pásu hér á okkur og sjáumst í seinni hálfleik í þeim leik Ekki fara neitt. milli Leiknis og Þórs Akureyrar.
Verið sæl aftur áhörðu góðir. Leikur, seinni hálfleikur að fara af stað. Við þurfum að fylgjast með Alpafellinu og himninum í útsendingunni sem er vel. Þórsarar, þeir að byrja með boltan. Leikurinn er farin af stað. Myndavélinni komin í lag. Leiknismenn, þeir fá innkast hér strax. Átni færa nú innkastinu. Baka Andi. Húsi með boltan. Hann vill koma boltanum fram, gerir það. Þórsarar komast inn í þessa sendingu. Fast skot, Viktor, hann er með þennan vel varið. Fannadaði með fínt skot. Ágætlega varið, ekkert svo gott skot. Leiknum gerði breytingu í hálfleik út af hálfleik og nr. 18, Marko Sifkovits og inn á kemur leikmaður nr. 9, Róbert Raudsson. Leiknismenn gerðu skiptingu hér í hálfleik. Taka Marko út af, setja Róbert Hauks inn á. Þetta er eina af þeim sviðismyndum sem við vorum búin að setja upp. Já. Leiknismenn með boltan. Andi. Undir hann. Ómar. Ómar með boltan. Út á Quental. Quental aftur Ómar. Vel spilað. Ómar fyrir. Á! Þessi hlýtur að hafa verið inni. inni. Hann hlýtur að hafa verið inni þessi. Hann hlýtur að hafa verið inn í boltinn. Ætlar Erlendur að dæma. Aftur. Róbert Hauks er klára hitt fyrir 8. marki. Var boltinn ekki komin inn, Ási? Mér sýndist það. Ég verð að segja. Já, Við höfum vissulega smá yfirsýn hérna, en má ég skútsindina. Við fylgjumst með endursýningu af þessu. Jú, þessi bolti var inni. Boltinn er... Jú, þessi var inni. Ótrúlegt alveg. Það er verið að taka mark af Leikni. Eða það var nú ekki tekið af. Það er ekki verið að gefa Leiknismönnum mark sem þeir hefði átt að fá. Markspyrna. Leiknismenn með boltan. Spurning hvernig þeir bregðast við þessu, Leiknismenn. Við erum að fá í eyrað að, jú, þessi bolti var inni. Já, Svekkjandi. það skal ekki segja. Það hefði við sjá kannski meiri mótmæli frá Leiknismönnum hérna. Daði með boltan. Ómar. Þeir verða núna að gera sér mat úr þessu. Út á Quental. Hvernig er boltan? Hann er fram á. Vel gert á Quental. Oh my god. Danni er hættulegur í þessari stöðu. Tómas að reyna að verjast, getur það ekki. Danni. Átni. Ómar. Þetta er farið að minna mann á bílastæðin í Brasilíu hérna. Þetta út á Róbert. Róbert dansa með boltan. Dansaði Róbi. Sjáum, hann fíblar þarna 2 og hefur hann fyrir. Ekki leikist það til að taka við þessum bolta. Daði. Verst vel. Leiknismenn tökum á boltanum. Viktor, þetta getur verið svo hættulegt að spila svona tilbaka í fætur og markmannum þegar liðin pressa svona háttur. Það er að fá á sig auka spilnu. Hann er auðvitað á gulu spjaldi, þarf að fara að passa sig. Byrju bara að halda bíja maður. Ok, lyftum þá. Mark, ég krossið. Shape Ómar. Og enda eftir að skora mark í þessum leik, en það eru komið mörg í alla aðra leiki. Sparkar boltanum inn á teig Leiknismanna. Það er Ómar sem skalla frá. Skalla frá. Og Andi. Nei, þetta er Róbert sem Hauk sem kemur boltanum í burtu. þrusar boltanum upp völdi. Hann var alltaf bestur í því þrusa boltan. Já. Ég þekki einn annan sem er geggjaður í að þrusa. Já,
Og Róbert. Hjalti. Upp á Ómar Só. En staðan í öðru leikjum er að Njarðvík og Grindavík gera 1-1 í jafntefli. Staðan er 1-1. Fjölnir, Selfoss er 2-1 yfir. Og Vestri 1-0 yfir gegn Gróttu. Við einmitt slóðum á þráðinu hérna í hálfleik á Samma. Kóngurinn á kjálkanum. Og Aron að sparka boltann yfir og aftan. Það brot. Það er að sækja aukaspyrnu. Við erum að fá gögn í eyrað. Boltinn var vel inni. Já, og þessi gögn, þau voru að berast til okkar beint frá gagnaverinu á Blönduósi. Danni Finns. Danni Finns, hann liggur. Hvað finnst okkur um það á sig? Já, það er náttúrulega alltaf leiðilegt að sjá menn liggja. Hún verður okkar svona næst besti leikmaður í sumar. Á eftir Að sjálfsögðu Sindra Björns sem er bara gjörsamlega búinn að vera að spila fótbolta í sumar í annarri vídd en aðrir. Já, þá er það með Pétur að Sindri Björnsson sé í banni í dag. Ekki? Vissulega. Svolítið heppnistimpill yfir þessu hjá Þórsurum. Sindri Björnsson í banni og Leiknir skora mark sem er ekki nefnt. Ég er ekki beint heppni, bara, já, sjálfsagt. Boltinn fyrir Þórsarar eru í þessu, boltinn fyrir aftur fyrir Þetta endamörk. er dauðafæri. Dauðafæri hjá Þórsurum. Dauðafæri. Óheppnir komast ekki í boltinn þarna. Stingur á því að þeir hafa ekki náð að komast í boltann Boltinn þarna. skoppar tvisvar í teig leiknismann áður en hann fyrir aftur fyrir endalínu. Ég held að það sé bara engin önnur skýring en að þetta altitude sé að hafa áhrif á Þórsarana. Já, ég er bara mynd, senda mynd af boltanum inn í markinu. Og boltinn er líklega, já, tæpan meter inn í markinu þarna. Það er spurning hvort þetta altitude sé fara að hafa áhrif á dómarana líka. Já, maður veit ekki. En við höfum ekki gert til að gagnrýna dómframma eða dómgestirinn í þessum leik sem hefur verið frábær hingað til. Já, já. Það eru einstaka Hjalti með Róbert. boltanum upp á Róbert Hauks. Róbert sterkur en missir boltan. Átni nær boltanum, kemur honum á Róbert. Nei. Þórsar er að fá aukaspyrnu hér. Ókei. Þórsarar standið við boltanum. Upp í horn. Vallarins. Arnór spinnur Leiknismenn boltann á upp á boltanum. Gvendal. Róbert Gvendal, hann er kominn á stökkið. Já, hann er rosa Hann er klingur. góður í þessari Vá. stöðu. Sjá Róbert er að ekki sækja aukaspyrnu. Góð tækling hjá Þórsarum þarna. Leiknismenn keyra völlinn, Róbert gefur hann á Ómar. Ómar. Þórsliðið auðvitað skýrt í höfuðið á einni einstum Marvel bíómyndunum, Thor, en
Akureyringar eru miklir Marvel menn. Klárið! Já. Leiknismenn boltanum. Við fengum það einmitt í eyra leiksins að voru láfenn höndarmyndin. Það var þvílík aðsókn í hana í sambíðunum Akureyri. Já, já, hún sló öll metvist þarna fyrir norðan. Öll með fyrir norðan. Þórsarar eru að fá innkast hér. Þorpið gjörsamlega elskar Thor. Robby innan! Hvernig er það? Eru þá KA-menn meiri DC-menn eða hvernig er það? Já, ég þekki það ekki. Þið megi endilega senda á. Senda á. Er þetta eina liðið á Íslandi sem hefur nefnt eftir kvikmynd eða framleiðenda? Kvikmynd. Já, það er, ég bara er ekki frá því. Þetta Við vitum náttúrulega að, nei, herru, Leiknismenn, koma boltanum inn á miður, Danni Finns. Encara Messi, herru, við erum að fá í eyra að það er víst afturöld í mótor. Þeir eru dýrir til sjónastætti. Já, það er rétt það. Þeir eru stýrið eftir þessum vinsæla sjónvarpsþætti sem kom út síðasta vetur. Afturölding. Afturölding. Með Þorsteini Backmann í aðalhlutverki. Já, hann átti alveg þvílíkan stórleik. Sem er náttúrulega skemmtileg tilhörun vegna þess að afturölding. Einhverju sömu deil, þeir búið 5-2 í gær. Já, þetta kom hann á óvart. Já, ég veit ekki hvort þetta hafi verið komið mér á óvart. Þar sem að þeir voru að sjálfsögða að krækja í Albert Hafsteins. Þetta var svona Albert Hafsteins effekt og bragur yfir þessum leik. Já, þú eru að sjálfsögðu með Arnór Smára. Þeir eru með Arnór Smára, það er rétt. Þvílíkur leiðtogi. Skagamenn. Þeir hafa alltaf verið erfiðir heim að sækja. Já, Skagamenn skoruðu alltaf mörkin. Það ekki? Jú, og þessi leikur í gær. Jú. Hann átti sitt eigið líf. Jú, það er alveg rétt hjá þér. Fullt líf. Hjalti. Fær boltan eftir lélegt horn. Rópnáður finnst mér að komast hann inn í boltan hjá þeim. Og svo að spila hérna aftur tilbaka. Róbert heppinn þar að komast inn í hotspinnuna. Ég er ekki beint heppni, bara, já, sjálfsagt. Getur svo mikið hægt að skapast að Viktor fær boltan svona tilbaka. En kemur honum vel frá sér. Þórsar að ná boltanum. Æjæjæj. Klaufagangur þarna. Flott tækling hjá Andi. Og áttum boltan. Já, hann getur hann tíka. En ekki núna. Þórsar með boltan. Kom honum út á Vilhelm átt á. Vilhelm með bolt fyrir. Allt ykkurst inn í þetta. Ég er búinn að eiga frábæran leik hér í dag. Líkt og í síðustu viku á móti Þrótti. Já, skoraði mitt sigurmarki í þeim leik og skoraði Gunnar undan mitt líkla gegn Foss. Hann er á eldi, en það var eitt hann sem átti hann ekki skotið á hann. Sem að, já. Volta upp og Róbert. Þórsar að ná boltanum á hann eftir. Æjæjæjæjæj. Fannar Daði Malmqvist. Byrjum kvöldi. Senda hann á Bjarnaðinn. Bjarni missi boltan. Hjalti. Danni. Þessu stöðu kemur boltan yfir vörn Þórsara. Og Leiknir krækir í engast. Aron Birkir kemur boltan í engast. Róbert, hann ætlar að taka það. Menn eru einfallega ekki að bjóða sig hér í þessu innkasti. Nei, leikurinn er stopp. Arnór Ingi er eitthvað að kvenka sér. Ok.
Það er verið að kalla eftir því að myndavélinn sé færð eftir boltanum en það er ekki neitt sem hefur vald yfir því. Þetta er gervigreind sem er að stjórna þessari myndavél. Já, Leiknismenn spila hér einum færri mögulega við sjáum hér að Marko er að tala við Hjalta. Við erum með hljóðnema á svæðinu. Hvað er Hjalta að segja við hann? Þú var bara að kenna mér að gera bórat. Já, sérstakt. Áhugaverður móli þarna frá Hjalta. Danni Engtið á Danni niður og Andi. Danni er hættilegur með boltan þarna. Já. Hjalti. Danni. Hann græti ekki kast. Sem Leiknismenn eiga. Tekið hratt. Léleg sending tilbaka frá Ómar en Danni nær þessum bolta. Þórsar að sækja. Bolti upp á Alver. Yfir. Viktor vel á verði í markinu. Já, hann greip þennan. Viktor búinn að eiga ágætt sumar. Hingað til. Já, hann alltaf spila undir föðu sínum. Og faðir hans væntanlega þekkir hann mjög vel. Já, ég myndi halda það. Árni niður og Ósa. Andi. Arnór. Danny. Andi. Ákveðin deyfði við þessum leik sem við fáið seinna hálfleiks eftir Já, að þetta mark var ekki dæmt á Leiknismenn. Já, það er spurning að þetta mark hefði kannski hleypt smá lífi í leikinn. Staðan ætti vissulega að vera 1-0 fyrir Leikni hér, en er það ekki. En þetta er auðvitað bara hluti af leiknum. Þetta er leikur, hann á steilíf. Sjáum Leiknismenn koma. Missa boltan, Þórsarar. Missa hann einnig. Ekki hátt að þig! Stopp! Nór. Boltan á Danna. Danni er hættulegur í þessari stöðu. Gefa hann tilbaka. Hrikalega flott sendingjótana hana. Fær hann aftur á Hjalta. Hjalti með hann yfir á Arnór. Arnór og Kvendal. Kvendal snýr. vel. Vá, Sjáum. dansaðu. Danni. Yfir á... Æjæjæj. Slappur bolti þarna yfir á Robert Haug sem nær ekki þessari sendingu. Andi upp völlinn. Fann að Völlinn eru við teig upp á Leiknismanna. Vilhelm. Gefur fyrir. Enginn þar til þess að taka við þessari sendingu. Jú. Það eru Valdimar Daði frá fyrir. Og Leiknismenn stalla frá. Vel varist. Fastur bolti. Valdimar Daði með gott skot rétt framhjá. Virðist það átt viðkomið þarna í Leiknismanni. Já, hann deflektast út af. Því að þeir sækja sér hornspyrnu. Ekki rétt. Hvíti, klárum hlaupin! Alla leið! Var einhver að meiða Árna þarna? Ég misti nú að þessu. Leiknismenn, þeir eru að heimta spjald hér. Já, hann baðast.
dökkt yfir myndavél leiksins en við þurfum eitthvað stíð á henni sem eru leiðindafréttir, leiðilegt fyrir áhorfendur að geta ekki náð að fylgjast nægilega vel með í myndavélinni sem er að sjálfsögðu dýrt að erfiðbein. Þórsar að gera breytingu á liðinu sínu. Alexander Már kemur út af og inn fyrir hann kemur Ingimar Arnar Kristjánsson. Ókei. Áfram með okkur! Já, það má vel vera. Er þetta bróðir Ólafs Hrannars? Við veitum það allavega að leikmaður nr. 11 hjá Þór, Mark Rochester Sørensen, er bróðir Lee sem að klippir Sævar Atla í Danmörku. Óttist einhvern kannast við hann. Og Selfoss, við erum að fá það í eyra hér, Selfoss eru komnir yfir á móti Fjölni. Adrian Sanchez. Í gráður. Jú, í gráðunum. Þessi 9-0 sigur afturhaldingar gegn Selfoss virðist það að kveikt aðeins í þeim. Og virðist það að blási rík í augun þess að svokallega sérfræðinga. Margir höfðu spáð Fjölni sigri í þessum leik. Já. En jú, það var vissulega einn af þeim hliðspilum sem við vorum að setja upp fyrir þessa umferð hér. Já, og bara, já. Við gerðum ráð fyrir þessu. Já, þetta er eina af þeim 47 sviðspundum sem voru settar upp fyrir leik. Það fyrir Algjörlega. Og við minnum einnig á það að hver einasti leikur hefur sitt eigið líf. Og Viktor er að koma þessum bolta í innkast. Þetta er þekkt stefn á leiknum. Mikið innkast, sjáum að það er að fara að hvessa töluvert. En það hættir ekkert að skína. Það er þá bongo. Það er bongo. Það er spurning hvort maður skellir sér á pallinn heima eftir leik. Það myndast svolítið pottur þar. Það sami upp á teiningnum á svölunum heima með mér. Ég er auðvitað með suðursvalir. Það getur verið episode. Já. Sérstaklega hér í Breiðholti þar sem við erum einmitt aðeins nær sólinni heldur en aðrir borgarbúar hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það er hárrétt. Gríðarlegt altitude hér upp á horninu. Hefur ímyndað að eiga suðursvalir hér í Aspafelli eða Æsufelli? Þú ert mögulega bara of nálægt sólinni, hugsa ég. Já, það hlýtur að vera. Mörg eftir því fyrir eflaust 10.000 árum þegar Íkarus flaug aðeins svo nálægt sólinni. Það er auðvitað hluti af þessari grísku goðafræði. Margar okkar hliðspillir eru byggðar á þeim, grískri goðafræði. Jú. Og Þórs liðið auðvitað skýrt eftir norrænni goðafræði. Sjáum Danna. Já, það er kvikmynd byggð á norrænni goðafræði. Já, það er rétt. Árni. Fín hugsun. Sjáum þá þeir koma upp með boltan fyrir, eða hvað? Já, boltin kemur fyrir, hættilegu bolti aftur fyrir endamörk. Kári, kemur ekki bara áfram! Trúa, bara treysta tilfinningunni! Kári, 1 og 2! Viktor stillir upp, gefur hann stuttan á Daða. Ég veist ekki þannig að gefa hann á hlið þannig. Förum fram á þig! Gaf hann á hlið á Daða. Andíuföllin, Róbert eltir. Góður skallið hann að varnarmannu Þórs. Viktor. Á Andi. Sjáum að leiknir eru að undirbúa sig hérna að gera skiptingu. Það er Skjelsen Vesalæg sem er að koma inn á. Þórsar lúmskur bolti. Já, mér fannst brotið á Andi hérna einmitt.
Og Erlendur stóð það sama og ég, hana. Leiknismenn eru að gera skiptingu. Það er Skjelsen Vesalæ sem ætlar að koma hér inn á. En fyrir hvern? Jú, Árna Elvar Árnason. Málara vikunar, 3. viku september árið 2019. Leiknum fyrir breytingu, út af leikmann nr. 8, Árni Elvar Árnason og inn kemur leikmann nr. 21. Skila góð dagsverki, það verður ekki ánum tekið. Já, hann er búinn að vera að lakka í vikunni mitt líka. Vera á gíklarliðið um annað. Það er ekki gott að heyra fyrir þennan efnilega málara. Nei, hann hefði mitt mist úr smá vinnu í vikunni. Vegna veikinda. Já, það er svoleiðis. Já. Sviðföllin og, jú, Þór er að næla sér í innkast. Árni Elvar er auðvitað einn af þessum iðnaðarmönnum sem tekur alltaf sína 2 veikindadag í mánuði. Já, þetta er náttúrulega bara hann betur. Jú, hann á rétt á þessu. Sjáum Danna, gefur hann að Hjalta. Leikmenn vil komast framar á vellinum. Róbert, Skjelsen. Danny. Láta boltan ganga vel núna. Hjalti með boltan, mikil hætti getur skapast þegar Hjalti með boltan. Kemur hann á óta. Aftur á Hjalta, Hjalti. Á Róbert, hann er með smá flugbrot fyrir framan sig. Boltin farin út af. Klaufalegg. Sjáum Þórsara stilla upp fyrir innkastið. Þetta er beint af æfingarsvæðinu sé ég. Fartu bolti með vindi. Skal taka fram að þessi bolti var með vindi. Kvental kemst í boltan. Þetta er rangstæður. Ég er ekki viss um að þetta hafi verið rétti dómur. En dómar er rauður. Daði gerir sér tilbúinn til að taka þessa aukaspyrnu. Ætlar hann að gefa boltan eða ætlar hann að skjóta markið úr þessari stöðu? Gerir ráð fyrir hann gefi boltan en við erum auðvitað búin að setja upp nokkra sviðsmyndir fyrir þessu sem að segja að hann annarkvort gefa hann eða skjóti. Viktor er komin að boltan. Viktor þarf að taka þessa aukaspyrnu. Þetta var ekki ein af okkar sviðsmyndum. Áhugavert að sjá. Já, þetta kemur manni alveg þvílíkt óvart. Maður var ekki undirbúinn fyrir þetta. Já, kemur okkur í opna skjöldu. Leiknismenn eru með boltan. Mikil ró yfir leiknum núna. Sjáum Arnór Inga, hann er með bleikar umbúðir á hendinni. Spurning hvort að hann hafi eitthvað Já, eða hvort þetta sé mikið svona tískufrík. Hvort þetta sé bara... Er þetta inn í dag? Er þetta eitthvað sem að Neymar er búinn að vera með leikjum sínum undanfarið? Sjáum Arnór, hann fær hann með bleika handabatið. Gefur hann fyrir Róbert. Skotið framhjá, frábært skot hjá Róberti. Aron Birkir stillir upp í markspyrnu. Skilji neðan! Langur! Nei. Skjelsen. Danni, rólega bara, Danni! Lesa aftur, á! Tempo! Tempo! Lítum að Aron rétta, Ingimar rétta! Yes! Róbert. Íta! Yes! Aron! Nú, nei. Henni keyrir hér, inn á Róbert. Nær hann honum. Eða er hann að krækja sér í... Það er markspyrna. Markspyrna hér, við erum að fá gögn í eyrað beint úr gagnaverðinu að Blönduósi. Já, Aspafellið er á tæblokk á besta stað í Reykjavík.
Ok. Frábær mól þarna. Já, við þurfum fyrir Aron Birkir með markspinnuna. Arnór. Hár bolti. Þórsarar. Og þeir eru hár með hæðina á honum en ekki hár á höfði. Ok. Þórsarar með boltan í vörn sinni. Þórsarar. Bolti fram. Inn fyrir vörn, Leiknis. Áður boltanum, þeir ná boltanum. Já, þetta er bróðir Ólafs Rannars. Þetta er bróðir Ólafs Rannars. Já, hann spænir sig gegn. Og er að sækja hornspyrnu. Hann vill fá víti. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað í því. Hvort hafi þetta til síns máls. Það skal ekki segja. Við verðum bara að treysta dómaranum. Við verðum að treysta dómaranum, það er rétt. Já, já. Ég er búinn að fá 100 skilaboð með myndum af því að boltinn hafi verið fyrir innan áðan. En ég neyddist til að segja, við verðum bara að treysta dómaranum. Við tökum einustu skilaboðum sem við gekk. Góður bolti fyrir Íslanda. Þórsarar leikmenn eru að bjarga. Það er nauðvörn í teig leiknismanna. Já, þetta var svolítið Boltinn fyrir stöngina. Stöng! Vel útfærð hornspyrna hjá Þórsurum. Andi, þetta að spila þess. Nei. Kemur boltanum í innkast. Vel leist hjá Andi þarna. Já, við sjáum að Þórsarar fá að kasta hérna undan vind. Það hefur mikil hætta skapast þegar þeir hafi gert það. Sérstaklega núna þegar það er búið að hvessa töluvert við það sem var í fyrri hálfleik. Þórsarar. Kvendal vinnur boltan, upp á Danna, Danni er í Hjalta. Hjalti, horfur upp völlinn, setur hann í gegn. Róbert Hauksson eftir, hann nær honum! Þeir setja boltan aðeins og langt fram fyrir sig og Aron Birkir kemst inn í þetta. Gerir vel, markmaður Þórsara. Já, Hjalti með sendingu. Þeir spila milli markmanns og varnar. Frábælega gert hjá þeim. Takk upp völlinn. Þórsarar halda boltanum inn á. Áhorfendur leiksins segjast vera til í eitt fótboltamark. Daði verst vel, kemur boltanum í innkast. Nei, Þetta er hornspyrna. Nei, jú. Hornspyrna var það. Þórsarar, það hefur mikil hætta að skapast þegar þeir taka sínar hornspyrnur. Boltinn fór auðvitað í stöngina, hann sjá ekki núna boltinn fyrir. Andi skallar frá. Skallar vel frá. Þórsarar ná valda boltanum. Mikil barátta, hart tekist á. Þórsarar dreifa boltanum hér fyrir utan teig leiknismanna. Komum við boltan inn á teginn. Rétt framhjá, glæsilegt skot hjá Sörensen þarna. Þeir fá hot. Sörensen, hann er auðvitað bróðir Lee Sørensen sem að klippir hárið á Sævar Atla út í Danmörku. Já, og jafnvel fleiri leikmenn Lyngby. Spurning hvort hann sé líka hárgreiðslumaður Alfreðs Finnbogasonar. Alfreð skoraði auðvitað í gær fyrir Lyngby. Og lagði upp. Og lagði upp. Ótti, frábæran veg. Þórsarar með hotspinnu, góðu bolti, leiknismenn skalla. Þórsarar skalla út í tegnum. Skjelsen. Sjáum Skjelsen, vel gert. Æjæjæj. Heyrðu, þeir eru að sjá hvernig Skjelsen sóla. Ber í vasan. Þórsarar upp úr skónum og er að sækja gult spjald á Þórsara. No, that one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. Arnór stendur hérna í boltanum. Glæsilega með bleika
skal kalla þetta? Armband? Já, þetta er einhvers konar griffla, held ég. Hann er í grifflu á hægri hendinni. Þetta er svona svipað og Michael Jackson var með, nema bara griffla. Hann er í grifflu á hægri hendinni. Eigum við að slá á þráðinn? Við skulum sjá. Þetta Ingimarsson, Ronin! Sjáum Leiknismenn, þeir sækju upp. Leiknismenn með boltan. Þórsarar, þeir náð valda boltanum. Leiknismenn taka hann aftur. Robert Hauksson. Við komum Sævar Atla Magnússon, leikmann Lyngby á línuna. Sævar Atli, hvernig hefur þið litist á þennan leik hingað til? Sævar, þú verður að tala hátt og snjallt. Kristján! Kristján! Þú ert á tegnum og verður þú að ráðast á þennan bolta, já? Frábær móli þarna. Hvað finnst þér altitút hér í Breiðholti hafa mikil áhrif á leik Þórsara? Sérstaklega fyrir þessi lið sem er að sækja okkur heim úr sjávarplássum eru þetta við sjávarmál. Þökkum Sævar Atla fyrir frábæra innkomu. Leiknismenn, þeir keyra upp völlinn. Takk fyrir Sævar Atli, við verðum í bandi. Leiknismenn, Robert Hauks, hann keyrir upp. Daði, gefur hann á Arnór. Arnór með bleika handarbandið sitt. Bleiku griffluna. Það er spurning hvort hann verður bara kallað bleika grifflan hérna í frá. Með boltan inn á teginn. Skjelsen kemur boltanum ekki á markið. Þórsara, frábær vörn hjá þeim. Hjalti fyrir aftan í Þórsara. Þeir náðu aftan í Bjarna Guðjón og sækja gult spjald. Þetta var gult spjald, það verður bara að segjast. Já. Markið kemur! Njarðvík 3, Grindavík 1. Það eru 84 mínútur á klukkunni. Sjáum að annað lið, þau virðast vera hálfpartinn satt við jafntefli hér. Já, það væri gaman að fá okkur mörk í leikinn. Vestri, þeir eru komnir í 2-0 gegn Gróttu. 3-0. Það er komið 3-0 í þessum töluðu orðum. Sami vinnur okkar fyrir vestan, hann hlýtur að vera sáttur. Það er spurning hvort við skellum á þráðinn. Heiti hóttum á eftir. Ómar Þórsarar. var auðvitað hér á miðjum velli. Fátum fína drætti hér í þessum leik. Það er ekki hægt að segja annað. Daði. Áfram, nóg eftir, áfram! Aron, Valdi, Aron, Valdi, 82!
Aron Birkir með boltan fastan upp völlinn. Þórsarar kassar hann niður en Leiknismenn sparkar honum í burt. Skalla brá. Hálóftabolti. Þórsarar ná ágætis valdi af boltanum. Vilja koma honum fyrir. Boltanum út. Boltinn kemur fyrir. Væntanlega. Eitthvað tíman. Þarna kemur hann fyrir, að sjálfsögðu. Ættubolti, Viktor er með þennan bolta. Ómar eftir. Við erum auðvitað í Brynholti með fjölmennasta hverfi í Reykjavík. Leiknisvöllurinn, sá völlur á landinu sem er hæst yfir sjávarmáli. Það er rétt, við fengum þann móla hérna fyrir. Í efstu deildum, nei í öllum í deildarkeppni, við svo má segja. Já, er eitthvað völlur sem er hærri? Já, KB spila vissulega á jafnhátt yfir sjávarmáli. Já. Ok. Hjalti. Róbert. Hættu sem getur skapast hér. Sjáum Róbert. Þessi fyrir við Þróttari. Ósi á Hjalta. Hjalta og Ósa. Úrskifunni. Andy. Róbert kom auðvitað til Leiknis í þessum fræga skiptidíl þar sem að Birkir fór til Þróttar í staðinn og Þróttur borgaði 200.000 evrur fyrir. Einhver stærstu leikmannaskipti sem hafa á sér stað í neðri deildum á Íslandi. Já. Þróttar voru þarna í annarri deild að borga 200.000 evrur fyrir leikmann. Já, og annan leikmann í skiptum, sko, þetta er einmitt. Alltaf þeir fengu Birkir Björnsson sem kom þeim upp deild. Jú. Birkir Björnsson spila frábælega fyrir Þrótt. En nóg það, sjáum Leikni. Hjalti. Spila boltanum vel, Ósi. Og við erum að fá innkast í þennan leik. Innkast með vindi á Andy. Já, nýtti sér vindin þarna í innkasti. Arnór. Uppvöllin. Það er að kalla eftir flautumarki, sjáum hvað Danni getur gert. Aron Birkir nær valdi á boltanum. Glæsilega gert. Selfoss eru að komast yfir í Grafarvoginum. Að þetta er gala sko, það sjálfsögðu. Já, það væri gaman að sjá Leikni skora mark. Hættulegu bolti, Viktor. Gamla. Það er skot utan á velli en Daði vel á verði, hreinsa frá. Þórsar vilja koma boltanum fyrir núna. Sjáum hvað þeir gera. Jú, boltin kemur fyrir, skalli. Rétt frá, bæsilega sókn með Þórsunum þarna. Mikil hætta sem skapaðist. Þórsarar virðast vera nær því að koma sigurmarki hér inn, heldur en Leiknismenn. En hver er við nefna? Við skorum þetta í gaman núna í lókleiks. Það var vissulega gaman. Mun skemmtilegra enn ef að þeir myndu skora eitt af nýjaskólanum. Sjáum Daða. Arnór. Niður á Viktor. Ef að Leikni heldur hreinu hér í dag, þá mun vera frýr kjúklingur á álfunum, Hólagarði, hér eftir leik. Frábær móli. Álfurinn er náttúrulega... Þeir selja kaldasta bjórinn á stór höfuborgarsvæði. En er stór bjór þar? Já, hann er ennþá stór. Stór bjór er ennþá stór bjór á álfunum. Gaman að því. Já. Sjáum Sörensen. Auðvitað þessi, eins og við höfum komið inn á áður, hann er auðvitað bróðir Lý Sörensen
sem er hárgreiðslumaður í Kaupmannahöfn og er að klippa meðal annars Sævar Arnar Magnússon. Uppbótartími er að minnstu 4 Bolti inn fyrir. Lobbar honum. Við fáum 4 mínútur í uppbót. Skjelsen. Hann er sterkur. Fáum við ykkur að töfra inn í lokin. Já, fyrir byggt að töfrum. Það eru þetta bakfyrir. Það er bakfyrir. Leiknismenn, þeir eru ekki að kalla eftir gulu spjaldi. Skjelsen. Þeir langar meira að skora. Þeir vilja frekar Má skora, ég sjá? það er rétt. Danni, missir boltan. Nei. Sjáum. So, that one there was the violation passing me out with him. Allt með frábæra tæklingu. Og þeir eru að fá auðvitað, ekki veit ég á hvað. Við verðum bara að treysta dómar. Við verðum að treysta dómaranum upp þess. Þetta er að sjálfsögðu iðnaða maður. Yes, man! Keep on going! Andi! Upp með hann! Bara upp með hann! Já, næstu þú! Fókus á okkur! Einkennilegt. Sjúkraþjálfarinn kemur inn á þess að dómaralegsins gefi leyfi. Já, sjúkraþjálfarinn kemur inn á fyrir Þór án þess að dómari leiksins hafi leyft henni að koma inn á. Mér sýndist hún hafa sagt við dómara leiksins neitt, en nú er nötsinn. Já, mér fannst ég lesa það á vörum hennar. Sjáum á varamannabekk leiknismanna Árni Elvar sem var tekinn út af hér fyrir leiknum. Hann er komið með Lion. Já, ég hef verið að fylgjast með honum. Þetta er Lion Bar nr. 5. Já, Hann er að borða sitt 5. Lion Bar hér í seinni hálfleik. Fékk ég víst böðvert í hálfleik. Og þess vegna var hann tekinn út af. Sjáum leikunum stoppa vegna höfuðmeiðsla eða höfuðhöggs. Aron Ingi leikmaður sem spurði hvort það sé í lagi. Hann svarar játandi, hann verður samt að bíða eftir að koma inn og aftur. Það er spurning. Þórsarar hér einum færri á loka mínútu leiksins. Leiksins þeir bara verða að gera sér mat í því, ekki satt það? Já. Einhvern veginn vonar ekki, sko. Dómar ekki verið að koma aftur inn á. Hann kemur inn. Aron Ingi er komin inn á völlin aftur beint í hornspyrnuna. Gaman að segja frá erlend dómari. Hann er ekki erlendur, hann er íslensk. Hann heitir bara erlendur. Og er vissulega málaramestari. Já. Iðnaðarmaður af gamla skólanum. Við sjáum það í byggjast sér. Ekki gott spark frá Viktori. Róbert nær boltanum vel. Hann keyrir. Hann keyrir. Jæja, Sjáum. dansaður Róbert. Leiknismenn. Hann liggur á boltanum. Heyrðu. Það er aukaspyrna á stór hættulegum stað. Hvað geta leiknismenn gert úr þessu? Ekki, Þórsarar, þeir mótmæla þessu ekki. Þetta var hárréttur dómur hjá erlendi, dómara leiksins. Vitum að Daniel Finns, hann skoraði beint úr aukaspyrnu, sviður fyrir þar sinnstu umferð. Vissulega. Og takið eftir því Og hann er spyrnumaður góður. Takið eftir því áhörðu góður að ég sagði þetta væri hárrétt ákvörðun erlendi dómara leiksins, ekki erlendum dómara leiksins. Rétt. Sjáum Danna, hann ætlar að taka þetta sjálfur. Hann er með vinstra hornið, aukt, nei. Aron Birkir, hann fer, steftir vinstra með markið. Frá Danna sér. Þannig skýtur í fyrsta varnarmann. Sækir, En við fáum hornspyrnu. við erum að sækja, leiknismenn eru að sækja hornspyrnu hér. Ísland leiksins að sjálfstöður, hlutlausir. Við erum einir af þeim hlutlausu áhorfendum knattspyrnunnar.
En við höfum einstaklega gaman að þessu leiknisliði. Já, þeir hafa spilað frábærlega í sumar. En úrslitin ekki verið eftir því. Nei. Hjalti sem tekur spyrnuna. Fín spyrna. Ómar! Stafgautumark hér í breiðtinu. Þetta er rosalegt. Sjáum Ómar svo glæsilega gert. Hann skallar boltan inn. Leiknir 1, Þór 0. Það var þetta attitút. Það hlaut að koma að því þetta attitút. Sjáuði Ómar svo glæsilega gert hjá honum. Hann stakkur manna hæst í tegnum og er að tryggja Leiknir mögulega sigurinn. En þetta er virkilega eina af þeim sögulínum Sviðsmyndum. Já, sviðsmyndum. Við vorum búin að setja þetta upp sem sviðsmynd fyrir leik, einu af þeim 13 myndir sem við settum upp. Og Sjáum Ómar svo fagnar þetta mark vel og innilega. Þetta er hans 9. mark í sumar. já, það er allt í lis. Sá hefur spilað vel fyrir Leiknisliðið eftir að hafa komið til Leiknis. Já. Þór, þeir eru 6-7 sem að hlaupa upp, þeir keyra upp á teginn. Já, það má segja ára fyrir út að koma boltanum í innkast. Það má segja að réttlætinu hafi verið fulllægt í bókinu. Við náttúrulega skoruðu mark, eða við Leiknir skoruðu markir fyrir Leiknir sem var... Leiknir vissulega skoruðu mark sem var ekki dæmt mark. Marki vildi meina að boltan hefði verið farið inn fyrir línuna. Við fengum það byrja 800 myndir benda og skjáskóta af því. Leiknismenn taka innkastið. Þeir vilja örugglega hægja leikinn hér vel. Og leikurinn er búinn. Leikurinn er búinn. Leiknismenn er að vinna þennan leik. Jæja, Jói, myndirðu segja að þetta hefði verið heppnis sigur hjá Leiknir? Ég er ekki beint Þá sem heppni, Mangi eitthvað með því. Frábærar loka mínútur sem við fengum hér í þessum leik. Leiknismenn, þeir eru... Þeir sóttu alla punktana 3. Þeir sóttu. Þetta voru 3 góð stig. Það er ekki að segja hana. 3 góð stig. Leiknir 1, Þór 0. Það er að sjálfsögðu erfitt að koma hérna upp í Breiðholtið í þessa hæði við sjávarmáli. Sérstaklega tala nú ekki þegar maður koma út svona sjávarmáli utan á landi. Maður verður bara að gefa Þórssonum hrós með hvað þeir náðu að endast í raun og veru lengi hérna í þessu altitúti sem er hérna í Breiðholtið. Leiknismenn er að koma sér upp í 4. sæti deildarinnar eftir að, já, hinni svokölluðu sérfræðingar voru búin að dæma Leiknisliðið niður. Já, þetta er rosalegt. Fyrir ekki nema 4 vikum eru Leiknismenn komnir upp í 4. sæti deildarinnar. Sjáum það mér þessi 17 stig núna fyrir hvað viku síðan og margir sem að töluðu leiki sem að liðin svo Grindavík áttu inni á Leiknisliðið en þá var einn vinur minn sem sagði já, það var gullihætti hérna í fútbolskók. Það er vissulega mun betra og það er að koma á daginn í dag. Vissulega, við erum að sjá það hér bara og leyfum þessum myndum að halda áfram og við þökkum kærlega fyrir okkur. Það var frábær leik. Og við minnum einnig á að það er 3 kjúklingar á Álfunum, Breiðholti, Hólagarði, núna eftir leik. Og já, þeir selja kaldastu bjórinn einnig, hann verður ekki frí. Stór bjór er stór bjór eftir þá Álfum. Þökkum kærlega fyrir okkur, áhorfendur góðir. Góðan dag. Góðan dag.